þeir sem sölumenn bara aðal. eiga erfiðast með lífið og viti ekki hver þau eru, það oft sölufólk. Jung sagði þetta. Jung? Já, Jung, þekkir ekki Jung. Nei, þetta ekki rétt. Þetta bara ekki rétt. Jú, veistu. Sölumaðurinn hann, ef þú ert sölumaður með aðra hæfileika og leifir ekki hinum hæfileikum að njóta sín. Ok. Skilurðu? Sölumaðurinn aðal. Já, en hugsaðu þér, bara alltaf að selja nýja vöru. Það geðveikt. Já, reyndar. Og sýsla. Að sýsla bara... Fara út í ykkur sýslu. Ég var að hugsa eitt, sko, að því að stundum segi ég kæra, þú veist, kæra Ingibjörg, og ég kæra þig. Skilurðu, þetta var bara svona, að þessi orð, að kynnast og kæra, þetta alveg rosalega, svona hörð orð, en ég ætla ekki að fara út í þetta. Já, út frá, þá myndir ég segja, en ég myndi að fara á ítölsku það karó. Eða kara. Kara. Þá erum við komin aftur í hjartaopnandi. Já. Og ég ætla ekki eins og að fara út í þetta að ruggla sölum, maður skal segja. Nei, þú veist, þetta var bara einn lítill kapli, einni bók. Ég get ekki sanna þetta með rannsóknum. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. En allavega, sko, nei, ég meina, það rosalega gott að selja, en það samt mikilvægt að maður finni að það sé eitthvað sem skilur eitthvað eftir sig. Mér finnst við að maður transeti aftur Diet Coke. Já, ég meina. Það miklu betra Coke heldur en Coke Zero á bragði. Mér finnst bara miklu skemmtilega að segja Diet Coke. Já, og líka, þetta til að grennandi Coke. Já, give me a diet. Já. Give me a Diet Coke. Já, megruna Coke. Já, ég fann ekki. Og það meiri, sko, það fleiri svona gerfefni í þessu. Já. Það svo gott með gerfefni, maður fær svo góðan kláða, eða maður klæja svo undan efnum. Ég fíla að fá alltaf svona annarslagið og svona mikið gerfefnum. Af því að, þú veist, þarmaflóran, ef hún verður of hrein, þá hreinur fólk. Já, það eru lítið fjölbreytileiki. Já, það verður að vera vondi herinn og góði herinn á að vera stór. Akkurat. Eins og líka gott innra með okkur bara í andlega lífinu. Það verður svona lítinn vondan her og svo svona stóran góðan her. Og fólk hreinur líka ef það útrýmir held ég vondahernum úr sálinni. Eða þú veist, úr kerfinu. Akkurat. Og það svona gott ef fólk að borða mjög hreina fæðu, fá sér Diet Coke. Já, eitt svona bauk. Ég skil það mjög vel. Og bara drekka svona og kyngja. Og þá svona byggja upp að halda vondahernum líka á lífi. Fá svona gerlafjölbreytileika. Já, og það verður að vera bara, þú veist, til að þetta verður, og það er svo margir búin að hreinja á okkur hreinu fæði. Akkurat. Sem hrikalegt. Það einmitt. Af því að það hefur ekki fengið sér Diet Coke. Akkurat. Eða þú veist, eitthvað svona sem fokkar aðeins upp. Og líka Diet Coke-in náttúrulega í einhverju útrýmingahættu. Svo getur það fengið sér smá veip. Já, akkurat. Þetta náttúrulega kannski svona svolítið eins og... En tóbak náttúrulega gott líka. Það heilu planta. Algjörlega, náttúrulega líka nikotínið. Já, nikotínið mjög gott fyrir heilan. Og taugakerfið. Það nú alveg bara að sýna sig að það sé mjög gott fyrir taugakerfið. Já, það mjög gott fyrir taugakerfið líka. Í algjörlega. Já, ok. Já, það alveg bara ýmislegt að koma í ljós með það. Já. En það náttúrulega mjög mikilvægt að... Það gott að veipa, ef maður þú sorgmættur eða eitthvað svona. Já. Gott að deyfa sig þess. Já, auðvitað. Það fer enginn ódeyfður í gegnum þetta allt saman. Nei. Með hverju fólk að deyfa sig? Já, það líka að deyfa sig með stjórn. Ég nota það líka. Það að deyfa sig með náttúrulega bara öllu og og það að deyfa sig líka með því að vera dofin.
þú veist, að þú veist, að það er að deyfa sig, þú veist, þú þarft að tjá þig og þá bara setur þig í kulda eða ís og þú veist, að vera dofin, það getur verið, þú veist, þannig er þetta að deyfa þig. Og finn ekki, þú veist, finn ekki tilfinningar, þarna going clear, eins og Scientology. Já, akkurat. Það er sko, markmiðið er að finna ekkert. Það er bara going clear, það er bara... Akkurat. Og ég held að, þú veist, að það er einleið. Þá er það bara, þá þarftu kannski ekki nikotín eða áfengi, þá ertu bara alveg búin að kötta á. Já. Þá þarftu kannski ekki til að deyfa þig. Bara, ekkert svona sem við, þú veist. En þá kemur inn alltaf þetta sama umræðefni sem við höfum farið svolítið inn á, sem er þetta mennska og hjarta og hvar er miðjan og allt þetta. Þá er náttúrulega einhvern veginn ekkert hjarta í þessu. Nei, ég veit það. En ég meina, einhvern veginn verður fólk að komast af stundum. Já, algjörlega. En svo getur það þiðnað upp. Já, og þá getur komið einhver sársauki sem þarf að deyfa. Já, einmitt. Og þá kannski byrjar það að reykja allt í hennu. Algjörlega. En þá er það mjög jákvætt. Það er bara jákvætt merki. Það er eitthvað að bubla upp. Akkurat. Og við þurfum að þess að deyfa. Já, og algjörlega. Já. En Og já, einmitt. Það er einmitt. Mér finnst þetta going clear hérna dæmi í Scientology. Mér finnst þetta crazy. Já. Og það er eitthvað partur af mér sem skilur þetta, sem er svona bara, já, ég var alveg, þú veist, sem er bara, já, þetta var ekki ekki, vera bara going clear, bara finna ekki, vera bara hreinsa allt upp, finna ekkert. Já. Og það er bara allt, bara, þú veist, ekkert svona óþægilega tilfinningar og búið að vinna úr öllu og þetta er bara clear. Já. Það er ógeðslega klikkað. Þetta er svo klikkuð hugmynd. Er það markmiðið? Já, í Scientology, going clear. En ég meina, síðan er það að vera geimveru eða eitthvað. Ég veit ekki, eða eitthvað losna við geimverur. Já, það er eitthvað svona geimverur búin að setja ykkur minningar inn í þau. Já. Og þeir eru að losa það allt út. Þetta er alveg, ég er alveg ógeðslega heilla þessar kirkju, sko. Já. Ég er svo hrædd við þetta. Ég er hrædd við Scientology. Mjög. Ég er nú alltaf veikust fyrir kaþólisma. Í alvörunni? Já, ég alltaf verið veik fyrir kaþólisma. Í alvörunni? Já. Ásaki. Að bara, þú veist, að vera með óþægilega trébekki, svona þrönga mjóa trébekki á marmaragólfi og svona rosalega mikið af skartgripum. Ég bara, mér finnst það bara eitthvað æðislegt. Já. Ég veit ekki hvað er heilla mig. Svo líka bara páafötin og kórdrengjafötin og alltaf fundist svo flott. Já, maður þurfti eiginlega, þú veist, að það erði svona grímupartí eitthvað, það verður að fara í svona svoleiðsföt. Þú ert náttúrulega ítölsk. Ég er náttúrulega ítölskur kórdrengur. Gift ítölskum manni. Já, svona. Sem er ekki kaþólskur. Nei, sem er, hvað er hann aftur? Baptist. Alveg rétt. Hvað er það aftur? Baptist? Já, það er aðventistar. Jú. Það er bara... Hvað finnst mér heillandi? Veistu hvað mér finnst heillandi? Bara eitthvað svona lítil sveitakirkja sem er fyrir eitthvað mjög fáa sveitabæi. Það sem er mjög, þú veist, eiginlega bara eins og kapellurnar á Ítalíu eða Grikklandi. Svona, það sem er bara nokkrir, kannski svona 6 sæti og þetta er bara mjög svona down to earth eitthvað. Og svona, já, það er svona, já, einmitt, ég fór í svolítið margar, að ég var að koma frá Grikklandi. Já, akkurat. Fór í svona margar litlar kapillur og þá var alltaf þetta kveikja kerti, það voru svona pínu litla, ég veit ekki hvað það heitir, þetta er örugglega kapilla eða svona litlar kirkjur. Akkurat. Og margar kirkjur. Og voru þær opnar kirkjunar? Já. Voru þær svona hvítar og svona stein? Já. En yndislegt. Á eyjanum, sko. En yndislegt. Og kannski 130 svona kirkjur á eyju sem 100 manns byggu á eða. Já.
Og var eitthvað fólk þarna þegar þið komið eða var það bara opið eða hvernig? Nei, það enginn þarna. Bara svona maður getur sett pening og tekið kerti og kveikt á kerti og beðið og eru bara myndir út allt og mér finnst það eitthvað svona mér finnst það svo persónlegt og svona innilegt, já. Og mér finnst einhvern veginn svona pláss fyrir mig með mína trú. Þú veist, það sem ég er bara í einhverju, hvernig sem ég vil hafa þetta. Þú veist, að því að maður er trúar en ég er ekki svona, þú veist, kannski ekki inn í einhverjum kerfum. Þó maður fara alveg með kristna bæni kannski, en já, það er eitthvað svona. En ég skil þetta alveg með já, ég skil þetta með Nei, þú veist, ef að maður hefur ekki lent í, það fyrir náttúrulega eftir hver sagan er, auðvitað hefur verið kúgun og hneyksli og kynferðisofbeldi þar og sérstaklega þar sem að kannski prestar hafa ekki fengið að eiga konur þar sem þau hafa bara verið, þú veist, kannski þar sem að Martin Luther með siðaskiptinum að vilja eiga konu og þá náttúrulega þú veist, minnkar allt þetta spennan en ég skil estetíkina samt þú veist, þetta er svo fallegt það er nefnilega fallegt og það er symmetrísk estetík í náttúrulega öllu þessum miðaldadóti og það er einhver fegurð í symmetríu sem að og það er svona svo mikilvægt að það er svona kannski svolítið bilað með Scientology að þú veist, að hreinsir út að það er galdurinn að viðhalda því sem virkar og viðhalda því sem er gott og halda þaðan áfram. Þú veist, að rífa allt, þú veist, taka allt upp með rótum, ný bygging, allt þetta nýtt. Skurður að halda áfram. En eigum við að ræða eitthvað? Já, heldur við að kannski eins og einmitt, kannski er þetta, þú veist, þessi skandinavíski stíll það sem allt er svona ósla hreint og svona lítöllu og það er kannski birting af þessu að vilja ekki tilfinningarnar vilja ekki þú veist, skrautið og núansana og drulluna og bara þetta mennska það getur alveg vel verið mennskan sé bara verið going clear það getur vel verið af því að það er en það er líka fasismi akkurat, alltaf vera hreint, fínt og það er líka nasismi að það sé allt svona stórt hreint, fínt og stílhreint og svona og en tilfinningarnar eru sko þar verða að vera en þar mega heldur samt ekki taka yfir Heyrðu, þátturinn fekk ábendinga að ég hreyfi mig of mikið í stólnum. Já, það? Ok. Og þátturinn fekk líka ábendingu að þegar við erum tvær, þá er hlæja meira. Já, við fengum ábendingu það. Við þökkum fyrir það var yndislegt. Og ég bara byrst afsökunar að fara svona alvarlega inn í hennar þátt. Já, akkurat. Ég er í búning. Ég er í búning líka. Ég er í mennskum búning. Ok, ég er í rapparbúning. Ok. Þetta er partur, sko. Ok. Þetta er sko partur. Já, einmitt. Ég er Hann verður örugglega til í 80s, þessi partur hjá mér. Svona 80s, 90s. Já. Eitthvað stær í Bandaríkjunum. Þú veist, út frá því sem ég er að horfa á í sjónvarpinu. Já. Að ég fór aldrei til Bandaríkjana þegar ég var unglingur. Sko. Nei, ég hef aldrei komið til Bandaríkjana. Nei, sumir vilja ekki fara til Bandaríkjana. Nei. Sem er svo fucking crazy samt. Ekki segja mér að þú sér bara viljir ekki fara til Bandaríkjana. Það er fucking crazy. Já. En ég meina, það er crazy. Ég meina, maður verður að hafa eitthvað sem maður vill og eitthvað sem maður vill ekki. Er þetta prinsipmál? Ef þetta er prinsipmál, þá er þetta crazy. Nei, segir okkur. Að því ég fíl ekki svona, ég hef heyrt að flugvellirnir eru svona, alltaf svona checking out, eitthvað documentation,
Your passport, please, Það madam. Eitthvað svona, ég bara, veist eitthvað svona, veist það svo mikið rugl. Já. Og veist eitthvað svona documents. Og þú veist, hérna, Já. ég held að dóttir mín var ekki dóttir mín í Breitlandi þegar hún heitir ekki sama eftir, og veist, með eitthvað svona bull. Já. Þú veist, ég bara, frekar vil ég bara tala við plöntur. Þú veist, heldur hann að fara í eitthvað svona checking, eitthvað check sem að meikar ekki sens. Ég er ekkit rosalega mikið fara, ég er bara tvisvar að fara til Bandaríkjanna, sko. Ég er mikil Evrópukona, sko, ég segja þér. Mikil Evrópukona. Akkurat, já. Þú líka? Já, ég held það. Nú alveg örglega. Já, Evrópa er... Já. Evrópa er bara heimavöllurinn. Evrópa er heimavöllurinn. Já. Evrópa er aðeinslega. Já, Evrópa er bara mjög Evrópa góð. mun brenna, segðu þér það ekki? Nei. Já. Já, heyrðu. Já. Já, getur þú séð, af því ég var eitthvað að segja okkur stjörnubygging var að segja að það komi kannski stríð og kannski ekki stríð. Ok. Já. Fyrir ekki, ég allt í lagi. Ég er að hlæja þessu, en mér svo fyndi samt að vera bara Já. eitthvað, víst, já, Akkurat, ég meina, kannski ég er ekki kemur... að hlæja stríði. Nei, víst, kannski kemur kreppa og kannski kemur ekki. Ég hef engan Kemur áhuga... kreppa, Estrid. Ég hef bara engan áhuga á okkur svona. Ég hef bara engan áhuga. Það skiptir engu máli. Ég held að þetta fari líka bara svo mikið eftir hvernig við erum sjálf. Já, ég veit það. Já, með hvaða augum erum við að horfa á heiminn. Minna, sem eru bara að horfa á pólitík, þá sjáðu bara pólitík. Sem eru bara að sjá tískudót og sjá bara þetta er bara svona. Maður getur náttúrulega merkt, já, fyrir ekki. Með hvaða augum ert að horfa á heiminn. Maður getur merkt og fundið út á hvað stað taugakerfi maður sér. Já. Eftir því hvernig maður sér heiminn. Akkurat. Og þetta hef ég upplifað og þetta veit ég er rétt. Bara það fer algjörlega eftir á hvað stað taugakerfi er. Já. Hvernig útlitið er. Bara andlit á fólki hvernig heimurinn er. Akkurat. En, já, við skulum halda okkur frá pólitíkan. Gunnar Smári fyrir þetta hvort það komið stríðið ekki. Já, nei, ég meina, þú veist, það er með fullri virðingu fyrir öllu sem er að gerast í heiminum. Já, og það eru staðreyndir að það er ýmislegt að gerast í heiminum, en það er líka þannig að það er líka mjög mikilvægt að sjá hver og einn er staðsettur í heiminum og hvað við getum gert út frá því. Ég meina, við erum hér á norðurslóðum sem getur verið ógeðslega mikið rók, ógeðslega kalt, en það er ákveð öryggi sem er við það að vera þar sem er svo mikið rók að Ingibjörg skríður á maganum stundum, svo mikið rók, en það er öryggi. Það er þjóðaröryggi. Það er þjóðaröryggi. Það er mjög gott bara. Já, svona móment að þér þar sem þú veist að skríða á maganum út á Granda og það fannst þú verið... Já, það var hræðilegt. Ég var að koma í eitthvað til þín í einhverja veislu og ég þurfti að skríða í alveg. Ég var á okkur fucking hælum og þetta var hræðilegt. Já, þannig að ég meina þetta er öryggi, þetta er bara, það var enginn að áreita þig, þetta er bara náttúrulegt öryggi. Ég sá til dæmis, það var æðislega sjón, sá ferðamenn að sækja sér skjól uppi við Hallgrímskirkju, þannig að bara inni í harmonikunni, en það áttaði sig ekki á að það var ekki rók við Einarskarð. Þannig að þau voru þar að bröltast þannig að það líka ekki, vindurinn er ekki alltaf á sama stað. Það var líka eitthvað fólk sem fauk þarna eitthvað mann fyrir einhverjum árum. Fauk? Já, nákvæmlega. Ég man eftir því og lítil að næstu í fjúka og halda mér í og svona. Nákvæmlega. En eigum við að tala eitthvað fæli langar það að vita eitthvað fólki sem er í frambóði í tölum eða eigum við bara... Ég veit það ekki. Nei. Veistu hvað, mér finnst það aðeinslega. Mér finnst Steinun aðeinslega og Ásdís Rán. Af hverju finnst þið Steinun aðeinslega? Af því að hún er rosalega mögnu kona. Hún er svona, veist, hún er... Af hverju? Hvað finnst þér hún vera með sem er... Hún fætti 69. Ég held hún sé seðkelling, sko. Já. Hún er fyrir sjaman svona. Já. Og með eitthvað risa karma held ég. Já. Og hún er ógeðslega skemmtileg, ógeðslega greind. Já.
Hún er sko á sömu leið og þú. Hún er á leið 7 sem er svona eins og að fyrirgefa og vera tengd og svona. En hún hefur verið á þeim stað að hún hefur ekki verið að fyrirgefa og ekki verið svona að sitja sig í spor annara. Hún er rosalega flott mörk. Hún er ein af þeim sem er bara eiginlega með, hún er svona með, Arnar Þór líka málu rosa sterk mörk, hann er ekki með ykkur en hann ámæli í maí þannig að hann tjáir sig þannig að fólk skilur ekki hvað hann er að meina. Já. En hún, einmitt, hún er svo skapandi og skemmtileg og það er mjög áhugavert að hún skuli hafa sett mörk á Katrínu vegna Katrín er svo sem er með minnst mörk af forsetaframbjóðandum. Já. Hún er meðvirkasta af þeim öllum. Katrín? Já. Það er ekki gott. Nei, það er ekki gott. En að máli er að hún hefur verið vinsælega því hún er með gott hjartalag og er mjög hugrökk. Hún er líka, held ég, svolítið svona ærin. Ærin, sorry. Fyrir ekki að ég er útlensk. Já, ég held að því, ég er líka smá útlensk. Ég held að því svona hreinski, eða svona trössinsverð eða ærin. Já, akkurat. Ég held, já, en ef þú ert ekki með mörk, þá svona... Hún er ekki með mörk og hún er að vaksa í, henni er ætlað að vera með völd, hún á að vera með völd þar sem hún er. Já. Og það er svona mjög eðlilegt að hún sækist í völd, en þetta er ekki réttur staði til að sækja sér völd. Heldur hún verið forseti? Það kæmi svo sem ekki óvart að því hún stóð sér svo vel þarna í síðasta viðtalsþætti á RÚV í gær. Aha. Já, ég meina hún er alveg frábær. Hún var líka svona wing að bara svona heita vangi, svona stert. Var hún að borða heita vangi? Svona sterka vangi. Já, svona sem fara upp í eyrun. Kjúklingavangi. Já. Ertu að meina að það sé svolítið svona potential fyrir forseta? Þú veist, Ásdís gat óksla mikið, Vilhjálmur gat, sterkast, þau gat bæði sterkasta. Já. Mér finnst það. Já. Mér finnst maður að taka marga því. Já. Maður að velja forseta út frá hver getur borðað sterkasta vangin. Já, ég skil. Var hún flott í þessu viðtali? Ég meina, mála er að hún náttúrulega er ógeðslega klár og það verður ekki tekið af henni, þú veist, og hún er líka... Hún er heiðarlega, það ekki? Sko, hún er... Ég segi það, hvað er það? Hvað er heiðarlega? Sko, hvað er að vera heiðarlega? Sendið henn svör. Já, hvað er að vera heiðarlegur? Vegna þess að það er líka, ég held, að vera heiðarlega ef að þú vilt eiga mikið peninga, eða vilt völd eða vilt eiga 5 jeppa og ert heiðarlega með það og viðurkennir það og stendur með því, þá ertu það sem þú ert að sýna. Og þetta mál með... Já, en ef gildum manns eru, eða svona, ef þú... Manni finnst, maður vill ekki svona, já, þetta eru kannski einhverju 2 hlutar í mann, annar vill völd og svona peninga og hinn ekki og þess sem vill ekki fæst bara sjást og hinn fá ekki að sjást hversu heiðarlega. Já, nákvæmlega, því ef þú þorir að sýna heiminum sem flesta parta, við erum eins og þú segir og þú veist, við erum öll... Til dæmis ég er að sýna þannig. Þú ert að sýna part núna sem passar rosalega vel við hengið hérna. Þess að við erum öll með parta þú veist, særði unglingurinn, þess sem fór í meðferð og þess sem gerir þetta og þú veist, rapparinn, morðinginn, mafjósinn, allt þetta. Já. Og það sem kannski er skemmtilegt eins og með Jón Gnarr er að hann er á mjög skemmtilegan hátt að sýna mjög flottan hátt, hann er að opna sig mjög mikið og að segja frá sinni sögu og svona alls konar, þannig að fólk er rólegra svolítið hvað hann stendur, hann er ekki meður, hann er með rosa fín mörk, sko. Hann er svolítið svona í sanna sjálfinu núna, hann er ekki, þú veist, hann er setjað það fram. En út af hans óöryggi í gegnum tíðuna og gegnum söguna, þá hefur það svona, býtur aðeins aftananum, þannig að hann að einhver leiti á kannski ekkert alveg erindi þarna, hann á mikið erindi í að tjá sig og hann mikið erindi í að opna sig eins og hann er að gera og hann er með ofsalega góða tjáningu en það er mjög eðlilegt að allavega að steinunólina hafi verið að tjá sig
Katrínu vegna þess að Katrín er ekki búin að vera heiðarleg með hvar hún stendur og er búin að vera meðvirk. Ég meina það er allir bara með eitthvað. Já, kannski er hún heiðarleg en meðvirknin hennar sko, við getum sagt eitt, hún er ekki séð eða sling. Nei, það er ekki það. Málið er að, alls ekki, það málið er að hún, ef þú setur mannesku sem er góð að tefla, eða góð í íþróttum, setur hana bara út á völlum og hún er bara góð að tefla. Hún er góð í þessu, hún er góð í pólitík, hún er góð í þessu, en en hvernig hún stígur ekki þar sem hún ætlar að stíga. Þú veist, hún byrjar, skilurðu, þú veist, hún er ekki, þetta er eins og... Er það markaleysi? Það er ákveðið markaleysi, þetta er markaleysi og markaleysi, nú er að skoða það, markaleysi getur verið bæði það að þú segir ekki nei við aðra, það getur verið markaleysi, en markaleysi getur líka verið að þú lappir bara inn í stofu hjá einhverjum sem þú þekkir ekki. Já, það getur líka verið markaleysi. Þannig að það er í báðar áttir. Þannig að hún er markalaus í báðar áttir. Þú veist, hún er að lappa inn í stofu, bara í vitlausu stofu, bara eins og hæ krakkar, ég kom bónus bara, en mamma, þú átt ekki heima hér. En hver, ef það er eitthvað einmitt. Ég veist að mér er eiginlega kannski pínu sama hver verður fórseti. Það skiptir kannski ekki öllum mál. Mér langar samt að þessi kona, mér langar það. Sko, ég væri alveg til ég að vera hommi, en þessi Baldur, hann bara talar ekki til mín. Sko. Nei, byrju, ég er búin að tjekka honum. Og svona herskár. Sko, Baldur. Það er eitthvað í röddinu sem ég fíla ekki. Sko, Baldur. Er hann herskár? Nei, hann er bara ammali í janúar og janúarin er ákveð óöryggi sem er svona falið óöryggi og það kemur út eins og hroki. Þegar fólk er að fela óöryggi þá verður það lítur út eins og hroki, þetta er óöryggi, en hann tjáir sér alveg skýrt en er með eitthvað svona óöryggi og hann líka, hann er alveg vel tengdur og vel skipul, hann er alveg vel skipul, þú finnur það alveg, þú veist, hann er með... Mér finnst hann bara hugsa svo mikið. Já, það er nefnilega málið. Er það ekki? Jú. Hann hugsa svo mikið, hann Baldur. Já, rétt. Hann og líka Jóngnar. Nei, en Jóngnar er, þú veist, skapandi. Þá er gaman, en þegar þú ert fræðimaður að hugsa, veist það er eitthvað við fræðina sem verður eitthvað svona hræðilegt á einhvern tímapunkti. Þegar fólk fer að hugsa mikið. Já, þá er hausinn að springa. Já, og það bara svona vantar allan leikinn og húmorinn verður óslega svona... Húmorinn verður óslega svona kalkileitit eitthvað nýn, ég veit það ekki. Það vantar bara eitthvað svona, eitthvað sprull inn í þetta. Akkurat, en hver finnst ég að vera mest sprull? Hver er mest svona, þurfi ekki bara eitthvað svona gleðisprull? Mér finnst Jóngnar, kannski, en býtu, hann er alltaf kall, en sprull... Ásdís er náttúrulega stórkostlega fyrst mér. Já. Ég dyrka hana, sko. Ég hef alltaf lækað hana áður hún var forseti líka. Já, sko, málið er að hún er greinilega, hún er með allt sem þarf í forstjórastöðu, það er alveg. Hún er með forstjóratölur út í eitt, þú veist, hún getur stjórna hvaða fyrirtæki sem er, það er alveg greinilegt. Hún er með innsæg allt. Nema hún er eins og Obama, hún er svona illa varin. Já, og það er líka ástór. Hvernig þá? Bara hún er með viðkvæma skel og ef hún er ekki í réttu samhengi þá, þú veist, ég var alltaf á tilfinningu að Obama hafi bara hrunið niður, taugakerfið hans bara hrunið. Hún ekki varin? Nei, hún er með svo viðkvæma skel. Já, þessn er hún með svona harða skel. Já, af því að hún er greinilega sko með sýnina rétta, markmiðin rétt, yfirsýnina á allt á toppstað, alveg með rétt innsæi og svoleiðis. En það dettur niður hjá henni út af því að hún er svo illa varin. Okay. Þannig að hún það sama er með Ástórs og líka Eiríkur Ingi. Já. Sjómaður. Ég bara eitthvað sé eitt við til. Já, og hann er
svona sá sem ætti að faðma mest, hann ætti bara að vera, hann er með svo mikið hjarta og hann er svona eins og víðir, svona bara mikið hjarta og ég vil en Vilhjálmur, hann er eitthvað séni, hann er klárastur, er það ekki? Meinur það Viktor, sko, ég held hann að líka það? Ég held að, en hann Ég ætla að ána mig sjálfa. Já, hann er rosalega hugrakkur honum er alveg skítsama ykkur helvitis hjarta hlýju kjaftaði hann myndi segja bara, hvað djöfs kjaftaði hvað máli skiptir þetta, ég er bara að segja hluti hann er bara að segja satt elskar svona heila, hann er ekki með hægra heilakvel nei, hann er bara með vinstri eða ekki, jú, þetta er bara alveg, hann er alveg svoleiðis og hann sko, það væri örugglega bara, hann er bara svona herskár, skilur bara í því sem, þú veist, sem tjáningin er bara, ef ekki bara og maður myndi alveg vilja, þú veist, Laxness var í apríl og það hefði alveg verið gott að fá einhvern til að segja bara, æ, hættu svo helvitis kjaftaði og bara, gerum það væri mjög hressandi. Já, hann hefði verið mjög flott, sko. Já, og og máli er það að ég held, sko, að það er líka svo fyndin. Já, hann er ógeðslega flott. Máli með Katrínu Jakobs er að hún er eiginlega, sko, með þreyttustu tölurnar, hún er ógeðslega góð að lesa lesa bækur klár í að lesa bækur Já, það er ekki það nýjasta eða þú veist, nei, það er ekki það sem gagnast þér í framtíðin nei, og það er ekki það sem að samfélagi þarf í dag nei, og það gagnast mann ekki í framtíðinni akkurat ok og byrju 6 + 8 byrju 7, 8, hún er með 5, já sko, máli er að Halla Tómasdóttir, hún er svona eins og kennar, hún tjáir sér mjög skýrt og hún er ekkert beint með þér, hún er líka jöfn öðrum og svona, vantar stundum hugrekki og hún byrju 6, 8, 9 og hún er líka svona félagslega mjög svona meðvituð, þú veist, hún er meðvituð svona allt þetta félagslega í tilverunni. En veistu hvað með hana, að það var eitthvað svona, mér finnst hún klár, sko, og svona, en síðan var alltaf bara, hún er svo indæl, svo var ég bara, hún er eiginlega þetta er bara þetta indæla í henni var að fara í taugarnar á mér. Og svo var ég bara djöfull, hún hlýtur að vera vog, af því ég er vog. Já. Og þetta indala, að því að, þú veist, mér langar svo að vinna þetta indala úr mér. Ég nenni ekki að vera eitthvað svona indæl. Ok. Og ég veit, veistu hvað þú ert með Northnote? Ég veit ekki, já, bómaður. Já, það skal bara skjóta örfum á fólk. Og rísandi bómaður. En, þú veist, ég er að tala að vera bara, þú veist, ég held að ég er ekki að segja að ég sé alltaf indala, því ég er oft sko ekki indal. En ég sé þetta indala í henni og ef hún væri með meiri svona, hún þarf eitthvað svona, hún þarf etsið í sig. Hún er svo ógeðslega indal. Það er búin að kíkja á ítalska pólitíkus, veitu hvað er hressandi. Svo Meloni frá Róm, hún var með, hún fekk niðurgangskast, hún var í hvítri drakt. Þú sendi mér þetta. Já, það er ógeðslega flott. Og hún bara afsakið þeirra frá klósettið og hún fekk bara fleiri atkvæði. Að því hún var svo mikið hún sjálf. Akkurat, að hafa drulla á sig. Hún er bara hægri sinnaður fasisti eins mikið og hægt er, en því meira sem hún er hún sjálf, því fleiri atkvæði fær hún. Þetta er nefnilega máli. Og það er þetta sem við þurfum ekki að vera svona ógeðslega feimin við að, þú veist, við megum alveg vera aðeins fleiri karakterar í þessu tilveru. Þessu skríti líka, þau eru öll bara einhvern veginn eiginlega af sömu fötunum, það eru sömu litapalettunar að koma upp og það er ekkit svona, sem svona ef ég myndi ætti að ráðleggja Höllu Tómasdóttur þá er það ekki kannski að drulla á sig að því en eins og hún Meloni hún alltaf bara er í þú veist ykkur svona Versace-drakt skilur ógeðslega flott en líka Halla já þær eru meira svona Chanel það er mikill munur það er svolítið mikill munur það er rétt, já, það er rétt. Veist, Chanel er meira svona White House
En þá ætti að fara reykja. Já, reykja. Já, Halla ég myndi gera Tómasdóttir, fá sér reyna að taka upp síkó í pallborðsumræðum eða svona engaviðtali. Já. Bara taka upp sígarettu. Og kannski aðeins svona rauðari varaleit og aðeins svona... Já, og taka upp síkó, fá sér síkó og hvað getum gert meira til að þetta er of indælt. Hún talar til kvenna sem eru búnar örgla á breytingaskeiðinu. Hún gæti farið í magadans eða farið, dansað heima og aðeins hristi svona einhvern veginn, þannig hún... Það þarf eitthvað svona, þetta indæla þarf að fara út. Já. Hún þarf að... Hún þyrfti að gera svona... Svona fá röddina niður. Nei, ég er að tala út af við. Ég er bara að tala myndina til að selja þetta frambóð. Ef hún vill, af því hún væri örgla ekki slæmi kostur. Hún er samt eitthvað businesskona og þá vistu vera eitthvað slæmt. Nei. Fólki finnst það. Ég veit það ekki. Mér finnst ekki því. Það er bara eitthvað tengd viðskiptalífinu. Það er hæðilegt. Nei, það er bara miklu betra heldur en að vera innvikluð í, sódokú alþingis. Mér finnst það bara miklu verra. Vera bara skák-expert í sódokú alþingis af því að þú þekkir bara öll hotnina búin að vera í 17 ár. Já, en þetta er líka splitting. Þetta er bara, hvar, Er ég að splitta núna? Nei, ég veit ekki. Nei, sko, mál er, nú var ég ekki að hugsa fyrir mig í þessu. Mér finnst að við þurfum að hugsa eins og þeir sem að velja svona eins og í lífsspeki, svona kínverskri lífsspeki, að hugsa 7 kynslóðir fram í tíman. Ég hef aldrei skilið af hverju heimur vill aldrei hugsa lengra en 4 eða 3 ár í senn. Ég bara aldrei skilið það. Kannski er það rófið sem ég er á, mitt Thunbergs róf, en ef ég orða þannig, ef ég er ekki farið yfir striki með að segja það, en ég hef aldrei skilið af hverju getum við ekki hugsað þetta, ég las ykkur bókum að kínverskar fjölskyldur sem hugsa, þessi tré, kannski barnabörnin okkar munu sjá sér tré, eða barnabörnin okkar munu, við verðum alltaf að hugsa, ég hugsa alltaf, mér er alveg saman, það er alveg fullt af fólki sem er líka betur við hér, en mér finnst, það er ekki það sem Ísland þarf í dag, þarf ekki meðvirkan einstakling, það er að síðasta sem við þurfum, með fullri virðingu fyrir því hvað manneskjan er kurteis og hvað manneskjan kann að tjá sig vel á íslensku. Ég held að sé Estrid, þessi ófyrirsjáanleiki, þetta er bara, Ísland er bara, já, ok, núna þurfum allir að flytja frá Grindavík, það er svo mikill ófyrirsjáanleiki í náttúrunni. Já, ok. Kannski það, en ég veit ekki. Já, ok, það er góð punktur. Já, gæti verið það, ég var bara að pæli, akkur erum við ekki að hugsa lengra fram í tíman, auðvitað má byggja alveg stærri sundlaugar og búast við að þjóðinu fjölgi. Nei, ég var reyndar ekki að hugsa neitt með framkvæmdir, ég var nú bara að hugsa hvernig tegund. Mér er alveg, það sem ég held þú var að gera, ég held þú var að verja Katrínu af því að... Ég er ekki að verja. Jú, víst út að verja hana, og með þess að fara að fá þig síkur að verja hana svo mikið. Hvað ég er að fá mig síkur fyrir Höllu? Já, fyrir Höllu Tómasdóttur. Já, ok. Þetta fyrir þig, Halla. Og systir mín. Ok. Indæla voga systir, nú tökum við einn. En sko, það sem ég... Einn fyrir þig. Finnst þér óþægilegt að sé reykja? Ætli sé reykskynari hérna? Shit, já. Hvað heldur? Nei, af því að það er ekki komið nægilegt fjármagn. Ok, við þurfum svolítið að skoða þetta. Sponsa hana það. Geta Capri nei, það er ríkið. Þeir geta ekki sponsora Capri. Sko, Halla Tómasdóttir, hún er svolítið góð. Váka, svífur á mann. Viltu fá smók? Þetta er bara þetta er eiturlyf. Þetta má vera draggaður af þessu, sko. Nei, ég er ekki að djóka, sko. Já, guð mig góður. Þetta er tóbak, sko. Þetta er alveg tóbak. Hæ? Oh my god. Finnur þú hvað þetta er sterkt? Já, þetta er rosalegt. Ég fóð með hann að pakka til Grikklands. Ég er bara dottin yfir í Höllu Hrund, sko. Er það djóka? Er þetta ekki rétt hjá mér? Eða er ég eitthvað klikkuð? Þetta er alveg greið, ég myndi slökka á þessu. Er það ekki? Ertu með öskubakka? Hvar náðir þetta í Grikklandi? Guð mig góð, viltu annað? Það er alltaf að vera smá ruglegar. Hvert voru komin? Nei takk, ég treysti mér ekki meira. Ok, Halla mín.
við mælum með þessu. Hún er samt gift eitthvað heilsu matreiðslukokki. Jú, hann gæti alveg leyft henni þetta. Sko, manstu við vorum að Þetta tala var líka fyrir, þú veist hérna, the shadow side. Já, nákvæmlega. Það er það sem að við viljum. Við viljum ekki hafa Desperate Housewife lookið. Ég er náttúrulega kortir í hérna Vanderby. Ég elska hana líka. Nei, ég hata hana sko. Já, ég út af líka. að hún tryggir þessu part Já. í mér sem er svona. Akkurat, ég skil þig. Hann að Vander. Já, manstu þegar hún misti mannin sinn. Nei, ég Hvað man hún gerði? Hvað gerði? Í staðan fyrir að gráta þá fór hún og bjó rúm. Í staðan fyrir að bara, hvað hét hann? Kent eða hvað ég man ekki hvað neyrir. Instead, hún bara. Og þurfti að slétta úr og ég skil þetta svo vel. Oh my god! Og ég með svo gaman að brjóta saman þvott og svo í Oh dag my god! þá var ég bara svona, fyndinn og ég von, partur. mér langt svo að ræða þessu ógeðslega vel, en Svo stórkostlega part. ég veit það, þetta er alveg, Ég dyrka alveg part í mér en líka þegar þarf að taka á því og skipulegja hlutina og láta hluti ganga. Já, Bara, já. þú veist, þá er þessi bara, þú Já. veist. og líka þegar hún móðgaðist þá bara, þú veist, ég dyrka hennar viðbrögð, alltaf Já. bara, og hvað þetta að vera fullkomið og sem þetta bara, ég fekk alltaf svona útrás af fullkomleika bara, og svo þú veist, hún gat ekki sofið hjá að því hún sá samloku, manstu það? Ég man ekki þetta. Ég man Jú, ég man eftir Ég man þeim, þetta en ég og- bara þarf að horfa á þetta aftur. hann var Desperate búinn að, House. hann langaði svo að sofa hjá konu sinni og hún bara allt í lagi við reynum og svo sá hún á svona samloka á kallingi og þetta er því að samlokan var að skýta út náttborðið þannig hún bara og svo bara náði hún ekki Þú veist, ég er að hlæja að því ég er að tengja. Já, hvað þetta? Oh Ég meina my þetta er bara God, þetta er svo fyndið. Já, Þetta er stórkostlega. já. Alltaf ég kem heim úr vinnunni. Þá, þú veist, ég kem En heim hvað kannski. hétt hún Gabi? Af því að ég tók upp eitt frá henni sem að Hver er Gabi? Gabi, hann er þessi litla latínó. Og þetta fyrir Hún er alveg rosalega ill í mann. Þetta Coca-Cola Diet Coke. Er það? Þetta er, Nei, nú ertu heil. Ha? Þú ert heil. Nei, þetta var á mikið, sko. Nú Er er það? vandaþarmaflón orðin of stór. Já. Þetta fyrir líka illa saman við ég var borðað svið. En Ok. En allavega, þá getum við getum talað um Guð og þetta fallega í kannski eru fólki. sígarettan, ég veit það ekki. Já, örgulega sígarettan. Nei. Hérna, hún, þú veist, var alltaf með svona allt verski svona. Gabi, manstu, Var hún ekki þetta sæta? litla sæta? Nei, Góða, Já, indæla. Gabrielle. Indæla, já. Nei, indæla. nei, hún var ekki indal, hún var svona latínó, svona. Já, já. Ég Ég fíla er að hana. ruggla saman Sex and the City líka. Já, sexin sitt, það var rosa gaman. En Heyri býti, en mér lóks að tala meira um hana Vanderby. Vanderkamp. Brie Wendekamp, Já, Brie Vanderkamp. já. Nei. Akkur ekki? Jú, til Hún bræðislega. Ég er enda reitt sem er svolítið sorglegt er að ég, sem ég er aldrei verið stolt, ég hef rosalega oft eyðilegt mat. Mér finnst það mjög leiðilegt og Já. hérna sérstaklega þegar ég er að elda fyrir dóttur mína og þá hef ég oft eyðilegt mat og það verður bara vondu matur og það var hann einstæðamóðurinn. Æ, ég manst ekki, hún var einstæðamóðir, Já, ég man ekkert, sem að var svo með rafvirkjanum, já. sem ég man ekki heldur hvað. Ég þarf að kíkja á þetta aftur. Mhm. Þetta voru ókslega skemmtilega þetta. Já, þetta er bara æðislegt. Alltaf ég kem heim á vinninu, kannski kvöldvakt, heim klukkan 11 og gæti bara hæ, ég bara hæ, byrja bara að raða, bara, þú veist, í svona 4 mínútur, kannski, þú veist, ekki, Já, bara svona, svo, já, nákvæmlega. bara, Þetta er yndislegt. Þetta er örgulega gott þér fyrir langar samt að vera svona, ég. já, Já, þetta er búið draumurinn minn. ég skil það ekki. Það er alltaf búið draumurinn minn að vera svona fín frú og svo mistast alltaf eitthvað svona. Þú veist, nú er ég fín frú og þá bara fyrir ekki að maskarinn þinn eða þú veist, eða svo er ég líka, svo hef ég verið svona löt, eða þú veist, ekki klára að mála mig. Fín frú. Fín, veistu það, Þú tala um þetta áður, held ég. minn draumur hefur alltaf verið að vera fín frú. Og ég er ekki að segja fossetafrú, ég er að segja fín frú. Og ég hef aldrei vita kannski hvað það er. Og maður sagði einhvern tímann, ég sagði, þegar ég var lítið, þegar pappa og mamma spurði hvað ég ætla að verða, ég sagði að þetta ætla að vera fín frú. Og þá öskruði og hlátri. Og
og ég skildi ekki, mér fannst það svo eðlilegt, þú veist, að vera fín frú sem ætlar að drekka kaffi og svona bolla. Svona. Þetta er að síðasta sem ég myndi vilja vera, fín frú. Þetta er að síðasta. En ég var aldrei vita hvað er að vera fín frú. Það er bara eitthvað hræðilegt, held ég. Það er hræðilegt, held ég. En það var aldrei tekist. Ég var aldrei náð að vera fín frú. Nei. Eftir ég var oft leikið eða svona smá, þú veist, ég myndi alveg vilja leika í leikriti eða eitthvað. Ég held að það sé hræðilegt ef maður svona tekur það á sig, nema maður sé kannski svona... Þú veist, eins og Brí, þú veist... Þetta var coping hjá henni. Þetta var samt alveg, ég geti kannski búið eins og hún, en ég myndi vera síðasta mannski heimi til þess að gera eitthvað svona cookie cake, eitthvað, þú veist, ég bara get ekki gert svona. Nei. Þú veist, svona cookie og svo að taka mynd af þessu, þú veist, ég gæti það ekki. Ég held að mér langi kannski oft. Getur þú búið til svona Ég get ekki fara eftir uppskrift. Nei, ekki heldur. Ég get það ekki. Nei. Ég bara get það ekki. Nei. Og Gauti gerir allt sem þarf að vera eftir uppskrift. Það er einu sem hann getur í eldhúsinu. Já. Ég bara get það ekki. Nei. Og mér er bara líkanlega illt að þurfa að gera eitthvað eftir uppskrift. Sko. Og ég ger bara elda bara. Og mér stað gaman. En held ég væri til ég að vera strákur, gaur. Okay. Ég er alltaf hán, sko. Ok. Já. Ég meina að það er bara samþykkt í dag, það er eins og það er. En eigum við að ræða einhverja fleiri í dag? Ég er búin að skrifa niður alla. Hvað mann Arnar? Hann er svo ógeðslega fínt, sko. Við hann fór í sálgæsluna af því að hann vildi hann var eitthvað dómari eða eitthvað svona. Arnar Þór Jónsson. Já. Hann ámæli 2. maí. Og hann vildi skilja betur þegar hann var að skilja fólk betur eða drapa eitthvað og hann hvað ár? Og hann var að vinna með aðstandendur líka. Ég er með eitthvað annan Arnar Þór. Hvað ár er hann fæddur? Ég veit það ekki. Jésús. En hann er mjög svona, hann er svona, já, 70. Kannski var hann til í að góðan klýr, ég veit það ekki. Góðan klýr með hvað? Bara svona, segi svona. Sko, máli er það sem er... Hann er mjög svona, en hann er náttúrulega með svolítið svona sérstakar svona skoðanir, sko. Hann er, já, svolítið svona, hann er með svona einhverja sýn sem er á rosalega háum nótum og sem er á einhverjum svona hreinleika nótum sem mér finnst ekki gott. Sko, hann er, hann er ekki hræddur en hann tjáir sér svo skringilega þannig að það er mjög mikla líkur að hann verði alltaf miskilinn. Já. Hann er ekki meðvirkur. Þú varst bara að skoða það hjá öllum? Já, ég skoða bara það hjá öllum. Af hverju? Að því að Ísland er byggt á meðvirkni, Ísland er byggt á markaleysi og það er það sem að ég held að þurfa að vera næst í kafli hér er að það sé einhver sem þorir og má segja hlutina án þess að hann sé útskúfaður eða eins og kallað svona excluded. Já, svona, hvað heitir það? Slaufaður. Já, eða eitthvað svona. Eins og það kallaði í dag. Já. Einmitt. Þú veist, að það er svo mikil hjarðhegðun. Já, og það sem er vont við það er að þá verður ekki fjölbreytileiki. Einmitt. Og þú ert að reyna að agitera fyrir Diet Coke og þú ert að segja að það verður að vera fjölbreytileiki að því annars dettur fólk niður dautt. Einmitt. Og það er bara gott að fólk má vera af öllum kynjum sem það vill og allt er góð með það. En ef það er ekki til fjölbreytileiki að tjá sig, sérstaklega nú erum við á stöðu þar sem að fólk á að tjá sig pólitík og ef það er ekki til neitt völlur til þess að tjá sig þá erum við ekkert, þú veist, það skiptir engu máli hvað kyn þessi er og hvað frelsi þetta er ef að þú
getur ekki tjáð þig, Einmitt, þetta er alveg rétt. skilur og það er, Og líka mátt ekki hafa ykkur skoðun og þá bara búið útilega og þá ertu svona, nei, hann er, akkurat, þú veist, hann er sjálfstæðismaður eða nei, þessi pólitíkus, eða þessi forsetaframböður Það er hefur þannig, þessa skoðun og það er hann er óbóðslega ömurlegur mikil svona já. útskúfunar akkurat. aðferð. Hér er fólk ekki með byssur í útskúfunar aðferð, heldur þagnar byssur, Einmitt, sem kallast á útlensku passive-aggressive. Einmitt. Og á meðan að ég veit alveg fullt af fólki sem bara tjáir sér bara ekki neitt það hvað því finnst bólusetningar með að móta eitthvað, því það veit bara að vera útskúaður okkur hópum á Facebook. Ég ætla aldrei að fá bólusetningu Nei, aftur. þú veist, ég meina, Never. skilur, og það verður að vera til völlur þar sem að, já, skilur það. Kannski þarf bara að gera eitthvað. Nei, ég meina, þú veist, Nei, veistu hvað ég meina? Já, það já, er, og ég skil líka, þig. ef að Ég ég skil sletti, það er líka stundum verðum við að geta hugsað case by case. Þú veist, þetta við erum kindaþjóð og það eru rollur og svona, en það er ekki hægt að vera með svona rolluhegðun á allt. Já, þetta er líka svo absolutt, einmitt líka og kannski þetta, einmitt eins og ég er að segja eitthvað svona, ég ætla aldrei að fá bólusetningu aftur, en þú veist, maður þarf ekkert einmitt, bara svona hvað á við, hvenar og líka, þú veist, að maður getur alltaf skipt skoðun og þú veist, það verður að vera til og þetta kallast að vera, kallast að vera með menningu og þetta kallast svona mannlegt samfélag. Já, nákvæmlega. Og líka það sé til sveigjanleiki fyrir því, veist, það er til fólk sem gerir mistök og jú, það er til fólk sem gerir eitthvað af sér, það þarf ekki að útskúfa í fyrstu lotu, skilur, ef fólk er að gera eitthvað aftur þá auðvitað þurfum við að, svo hins vegar, þegar sund fólk er að gera eitthvað aftur og það er bara heldur áfram, skilur. Já. Og þarna kemur þessi ágæti maður, Arnar Þórs, hann kemur góður inn en honum mun ekkert líklega takast þetta því hann tjáir sér svo einkennilega að hann verður mjög mikið miskilinn. En hann er með alltaf á réttum stöðum, hann er mjög rétt hugsandi og hann sér hlutina mjög rétt. Hann er of rétt hugsandi. Já, það er bara málið. Það er málið. Og þá að því hann er ekki að fá sér dætkók. Og þá, já, einmitt. Og hann er ekki með síkó og það er eitthvað sem vantar og hann... En ég meina, þú veist, að þú ert of rétt hugsandi, það bara passar ekki fyrir okkur tíma. Ekki fólk sem er rosalega gott að lesa bækur, það gagnast ekki í framtíðinni. Ekki fólk sem er rosalega rétt hugsandi, það gagnast ekki, ofrétt, já. Sko, Halla Tómasdóttir Við erum að setja línurna fyrir... Já, Halla Tómasdóttir er með mjög góða félagslega greind og hún hefur mjög margt í þetta. Nú er ég bara að segja sem hún mun gjörsamlega ráða við þetta. Gjörsamlega. Hún hefur einhvern veginn allt sem þarf í þetta og hún líka er svo af öllum hér sem raunverulega myndi verða jafningi allra. Já, einmitt. Það er þannig. Hún myndi alveg stíga inn í ef það væri einhver stjórnmálflokk eða vitlausum saumaklúbb. Hún er svo sem raunverulega gæti verið jafningi. Já, einmitt. Og þá hún myndi meina það. Það var ekkert feik með það. Einmitt. Það er engin ekki sem ég sé sem er í nóvember sem er gott því að þeir ættu ekki að reyna við þetta embætti. Hverjir er í nóvember? Það er engin nóvember. Nei, ok. Þeir eru oftast bara í tískuheimin. Já. En Halla Hrund... Þeir eru oftast í tískuheimin. Já, það er rosalega margir nóvember í tískuheimin. Bara allt þetta Prata-lið og Beckham-lið og það er allt svona tísku. Allt nóvember. Já, mjög mikið. Þau passa, já. Sportvíkin? Já, þegar þú ert í tískum verður að líta niður á einhvern og líta upp til einhvers. Er það sportvíkin? Já, svolítið, eða þú veist, það er svona, þú veist, ég menna, þú veist, þú verður að stíga upp einhver þrep og þú verður að líta niður á einhvern og þú veist, já, ég menna, einhver verður að hafa það. Og Halla Hrund, hún er... Já, hvað með hann? Já, sko. Mér finnst hún... Hvað finnst þér? Mér finnst bara svo leðilegt, hún er svo, þú veist, ég sé hvað hún er einhvern veginn sjúklega klár, en hún er með eitthvað svona sem er búið til auglýsingarna fyrir hana og þetta er eitthvað svona mynd sem að bara svona, þetta er eitthvað svona hreina Ísland og eitthvað. Og, en mér finnst hún samt
sko málefnilega standa alveg upp í hárin á mjög, það er búið að tækla hana sko í viðtölum og hún málefnilega getur svara fyrir sig en síðan en þú veist, það tekur hann af taugum. Hún það kannski borða meiri bara fitu eða eitthvað. Já, ég held líka hún fyrir að gera svolítið á magaengum. Já, og borða meiri fitu. Kannski, hún kannski borða lambakjöt. En, þú veist, já, ég veit ekki hvað eitthvað svona, það vantar eitthvað svona vörð fyrir að því hún fer af taugum. En samt ekki skrítið. Þú veist, hefur séð hvernig hún tæklu. Það er bara svakalegt, sko. Það er eitthvað svona... Já, eitthvað sem að styðja hérna, ég, þú veist, Því, hún reyndar á alveg roð í þetta allt saman, sko. Hún á alveg kraft í þetta og ræður alveg við þetta og hérna, hún er alveg með félags og hún hefur hugrekkið og eina er að hún hérna, kannski að þegar hún er unga eitthvað, hún sjálf persónulega kannski ekki alveg vita í hvað átt hún er að fara með sjálfa sig og það er kannski það sem truflar. Hún er kannski ekki ná ákveðin að vilja þetta. Nei, þú veist, það er það sem að hún er ekki hún sjálf. Hún er líka að hugsa eitthvað út, kannski. Það er mjög líklegt, en hún ræður við þetta allt saman. Já, hún á roði í þetta, hún á hugrekki í þetta, hún og Halla Tómasdóttir er að báða roði í þetta. Ok. Hérna, Katrín Jakobs verður bara svona svo sirkus, bara skiptir bara, þú veist, sirkusbúning eftir því hvað, þú veist, hver hún er, á hvað degi hún er. Jungnar er þú veist, of illa jartengdur til þess að eiga að stíga inn í þetta. Ásdís Rán er með alla burði, faglega burði til þess að höndla allt álag sem þessu fylgir, nema í persónulega lífinu þá hún alltaf viðkvæm. Já. Hún er bara viðkvæm persónulega. Er hún ekki bara næm? Jú, hún er með rosalega sterkt innsæi, rosalega vel tengd en það er góð punktur, það er munur að vera næmur og vera viðkvæmur. Að vera viðkvæmur það er eins og þú sért með, þú veist með húð sem að bregst verð við klór heldur en önnur húð. Það er að vera viðkvæmur. Að vera næmur, þú getur verið bara hörku næmur og verið bara drullu sama, skiljur. Þannig að það er líka, þú veist, fólk getur verið með rosalegt innsæi en þá eru ekki að tala að fólk sé eitthvað andlegt. Þú veist, það er bara, þú veist, veit bara hvað er í gangi. Og hún er bara rosalega vel tengd og er mjög svona rétt sín og mjög svona fyrirgefandi og ég menn hún er manneskja með fortið, hún hefur alveg pottið bara líka bara sleppt fyrirgefið sjálfur sér, þú veist, sem er ógeðslega flott, þú veist, þannig hún er alveg flott þar og alveg bara skamma sín ekki fyrir nei, og það er bara mjög flott og þú veist, og hún er það verður rosalega mikill kraftur í því og ef það er einhverja skuggahliðar og þú veist, hún er ekkert að fela það og það er, hún fær rosa mikið prik fyrir það en það er hennar prívat viðkvæmni sem að er að varpa hennum koll sem er bara eins og það er og hérna en hún hefur alveg ofboðslega mikið erindi í stjórnunarstöðu mikið erindi, þú veist, hún er alveg rosalega sterk þar svo kemur Baldur og hann er hérna hann er mikið að tjá sig mikið að tala hvað finnst þér um hann? Ég skynja bara eitthvað svona í röddinni, það er eitthvað svona týrani þess að ég skynja í röddinni, ég veit ekki, það er eitthvað svona rosalega beitt og svo eins og ég sagði áður þá er hann einhvern veginn hugsa ró mikið og akkurat og hérna og hefur gaman að því, þú veist. Já, ég skil þig. Hann er í janúar og hann er bara upp í haus og þegar að janúar verður óöruggur þá dettur það inn í hroka og þeir fara bara alveg upp í haus og eru bara, og ég þekki þetta sjálf, að vilja bara vera í hausnum, vilja bara ekki neitt annað en eitthvað svona rökhugsun. Og hann fer í það, fer í rökhugsun og fer í, þú getur alveg breyst upp í hroka svona og hérna, það getur farið í taugarnar á einhverjum og þá eru að tala með undirvitundinni og svo en hann er ekki feiminn við að tjá sig. Nei. Þannig að hann getur tjá sig, hann er með innsæi og hann er alveg með drifkraft og það nennir þessu.
En það er akkur þetta og þarna kemur eitt sem er svo skemmtilegt. Ef þú þekkir ekki skuggan þinn, þá þekki allir hinir skuggan þinn. Já, einmitt. Þú veist, þannig að leið og skilurðu, þannig að ef þú, þess vegna sem Ásdís Rán er ekki að stuða því hún þekki sín eigin skugg, hún er búin að fyrirgefa sér. Þannig að það er ekki það sem að trufla einni neitt. Geðveik sagt. Já. En það sem að kannski til lengri tíma litið þá mun hún bara, þú veist, kannski ekki hafa kannski það úthaldið, þú veist, í þetta. En eins og til dæmis Arnar Þór sem að þekkir ekki þessa hlið af sjálfum sér. Já. Hann segir eitthvað sem að maður bara, what? Já. Sem hann skugguleg. En býtum með Baldur. Það verður náttúrulega rosa gaman að það verður hommar, þú veist, með börn. Já, auðvitað, það er bara æðislegt. Það verður æðislegt fyrir baráttuna. Já, auðvitað. Og mér finnst það svona, en mér finnst kannski Felix hefði verið Já, ég hef þetta að tjekka hvernig hann. Já, algjörlega. En það fór náttúrulega líka saman fram. Já. Algjörlega. En hvað kemur, strákarnir er ekkert að skora hátt, sko, það verður kona forseti, það er pottið. Já, ég held það alveg örugglega. Strákarnir er ekki að skora hátt, sko. Ekki hjá þér í tölunum. Þú ert með, það er að leita til þín og fá lestur. Já. Djúpan lestur. Já, mjög djúpan. Estrid Þorvaldsdóttir. Já. Hvað er það? Finnaði bara á Facebook að Messenger? Já. Ertu með heimasíðu núna? Sko, ég ámæli í janúar og ég var að sjá að Gunnarsmár líka í janúar, þannig ég er ekki mikil sölukona. Nei, ég er að selja það, ég er sölukona. Akkurat. Þannig að það er bara sölumaður. Facebook ennþá, ef fólk vil Facebook, vita. Já, og það er líka bara, það þarf ekki, þú veist, þarf ekki eitthvað heimasíðu. Facebook er bara nóg. Já. Það flottast að hafa bara ekki, mér finnst svo flott, þú veist, að láta eitthvað vaksa út frá okkur svona bara að vera ekki að búa til heimasíðu og allt þetta, allt lúki. Það er þetta sem ég var að meina áðan með sölumaður. Þetta kemur bara úr þessari Jung-sálfræðin. Þú byrjar að ræða móðgam. Akkur? Nei, ég er að meina, þú veist, ef þú ert að fara að selja eitthvað og þú ert að búa til eitthvað fullt í kringum áður þú ert að selja vöruna, í stæðan fyrir að þú þekkir vöruna. Já. Ég get alveg selt eitthvað ef ég þekki vöruna. Það er góða stöffið. Já. Þú veist, það er góða stöffið sem er bara, sem bara svona spyrst út og allir segja bara, þetta er úslega gott, eitthvað fjallagrasa tóbas. Akkurat. Svo ég bara auglýsa þetta ókipis. Ég er bara að selja það ókipis. Þeir eru ekki að sponsa mig. Nákvæmlega. Ekki fyrir eitthvað diet coke. Nei. En hvað, þú veist, mér langar svo að vita ok, strákarnir eru ekki að koma vel út. Nei. Og Eiríkur Ingi Jóhannsson, hann Þú er svolítið áhuga á honum. Já, veistu akkur. Út af því að hann er svo hjartahlýr og hann er svo, og hann er líka svona viðkvæmur eins og Ásdís, þannig að þau eiga ekkert að vera að díla við þetta embætti. Þetta eru rosalega góðar og sterkar manneskjur en eiga bara, þú veist, fara á önnur mið. Ok. Og ástæðan fyrir að ég er hrifin honum að því að ég sé svo mikla manngæsku og hjartahlýju og ég vona að hann, þú veist, fari með það á réttan stað því að það er alveg greinlegt. Það er ekkert út í loftið, þú veist, Ísland er svo lítið og er ekkert út í loftið að einhver vill fá athygli, þú veist, eða fólk er að hvetja einhvern, heyrðu, ég er alveg viss einhver að sagt við Ásdís, heyrðu, þú ert svo mögnuð, þú verður eiginlega bara að vera forseti, hún segi, ok, fínt, let's go, og er ekki saman með hann, að þetta eru stórar og miklar manneskjur. Já, ég skilja. Og þess vegna sem við sem samfélag verðum að þróast og verða opnari fyrir því að við séum miklu fjölbreyttari flóra, þú veist, við séum opin fyrir því, hann er með, eins og maður sér greinilega örgulega rosalega góð hjartahlý manneskja og getum við ekki farið að meta það þú veist, getum við ekki farið að meta það að einhver er fyrirgefandi, þú veist, hún er einhverstaðar búin að, ef ég segi þetta, sleppa tökunum á einhverju, skilurðu, er það ekki eitthvað mjög, það er mjög góð meðmæli. Jú, nákvæmlega. Skilurðu, þannig að það er mjög eðlilegt að allar þessar manneskjur, þó að það sé samt alveg steikt, en þetta er svona samt einhverstaðar að fá að sjá svona fjölbreyttar manneskjur. Já.
og og ég hef verið Hvað er hrifin hann af- með í hjarta fyrir ekki? Hann er með það sem gjöf, þannig að hann er mjög, örugglega bara ofsalega góður og svona hlutlaus gagnvart mörgu. Og hann er með svona eins og Nelson Mandela og Halla Tómasdóttir, svona félagsþátturinn er svolítið á góðum stað. Svona félagsfærnin er á góðum stað, hún er með það líka. Og svo er hann er bara með svolítið mikið af fjörkum, mikið, Já, þú veist. En það er oft þannig, og líka Katrín, og Katrín er líka með gott hjartalag og það er þess vegna sem fólk Já, líka svo vel við hana. Já, já. Hún er með það og hún er alveg með hjarta á réttum stað. En það er samt mjög oft mikilvægt að hugsa að þú getur ekki sett viðkvæma regnskógaplöntu, þú veist, það sem er eyðimörk. Skilur það líka stundum hvar allar að setja. Til að hjarta geti einmitt, í hvað aðstæðum er þetta leiða því að því það getur alltaf vaxið endalaust, hjarta. Þannig að líka þessi misskilningur, þetta er svolítið krútlegt, bara eru allir farið forsetaframbóð, skilur, þú veist, Samt skemmtilegt. þetta er ógeðslega skemmtilegt. Guðni bjóð þetta til. Þú veist, Guðni var svo, Já, hann er alveg hann yndislegur. gaf öllum plattform Já, fyrir þetta. Já, hann er líka með hjarta á réttum stað, algjörlega, gjörsamlega. Gauti líka með fjörka í hjarta. Já, guð minn góður, bara algjörlega og við verðum líka að meta það meira. Og það er ekki allt, veist, nú er ég alveg að tala eins og Ragnar Reykjás í Andhverfur, þú veist að eitt er meðvirkni en annað er að vera góður, þess að það er ekki það þarf alveg mikið hugrekki að vera hlýr. Þú þarfst alveg að standa í fæturnar og vera hlý. Og og svo er líka Ástór sem er nú búin að reyna í 28. En gefur hlýjan ekki fólki hugrekki? Nei, ég veit það. Ég skil hvað það meina, en það er misjafnt. Já. Þú veist, það er misjafnt. Það getur verið einhver sem stendur ekki í fæturnar og er bara rosalega hlýr. Já. Þú veist, þú finnir að þú setur þetta í samvikið plöntu, einhver með stór græn laufblöð en ræturnar eru veikar. Þú veist, þú getur verið með fólk sem er alveg eins og til dæmis Trump, hann er rosalega hugrekkur, alveg rosalega, en það er bara engin heima. En svo er öxullin, þú veist, það er óttinn. Undir hugrekkinu er svo mikil ótti. Það getur verið allur gangur á því. Ég veit ekki. Við þurfum að fá okkur töflu til að teikna á. Akkurat. Til dæmis eins og þessar hugmyndir Sko, ég veit hvað það meina, en það er, sko, þeir sem er að vinna með hugrekki og eru bara, veist, vinna með hugrekki þessu líf, þeir lenda oft í erfileikum til þess að reyna á hugrekkið, þú veist, þannig þá þurfa að mæta eigin ótta, ég skil það, en svo er til suma manneskjur sem eru bara náttúrulega hugrekki og gerir sér ekki grein fyrir því og bara vaða í hlutina. Já, einmitt. Og það eru... En ég skil að þurfa hugrekki til að vera hlýr, kannski ef það er ekki verið en hlýja þegar maður er lítill og aldrei verið mætt, þú veist, að því, þú veist, hlýju, þú veist, að maður sé sér barn, þú veist, opið og því að aldrei verið mætt, að þá hlýtur að vera hættulegt að vera hlýr eða... Já, eins og góða bókin hennar Kamilana tilfinningar er fyrir aumingja. Skilurðu, nákvæmlega. Þú veist, bara svona hlýja er bara aumingjaskapur. Það er líka, skilurðu, er þetta ekki bara aumingja, vælugangur, þú veist, hlýja, skilurðu, það er líka... Og rómantík var ekki falleg. Nei. Hérna í Íslandi. Já, nei. Ekki listum, sko, ekki tónlist. Já, einmitt. Já. En hvað, þú varst að fara í einhvern annan? Sko, Helga Þórisdóttir. Já. Má gleymir það. Já, einmitt. Hún, hvað finnst þér? Hvað segir þú? Mér finnst hún flott, sko, ég held hún sé rosalega, sko, ég held hún sé alveg svakalega sterk, en sko, í því, ég meina, hvernig hún hefur mætt alls konar málum bara sem forstjóri persónuverndar. Þú veist, þegar hún var að venda okkur, þú veist, í COVID og alls konar mál
og hvernig hún núna bara að tala út það og svona það allt og en ég held kannski að þetta sé ekki beint hennar embætti þannig að því ég held að hún sé svo mikill introvert. Akkurat. Og þú þurft að vera svo svakalegur extrovert til að dreynast ekki eftir 2 ár bara í þessu. Þú veist, hvernig... Já. Það er nefnilega málið, þú sást þetta strax, veistu hvað, hún hérna er svo sem á mest erfitt með að setja sér í spor annara af öllum. Nei, í alvörunni. Hún með gott innsæi, hún með góða tjáningu, hún með ekki að setja í alvörunni. Hvernig stendur á því? Að því hún er í júli, hún svona, henni finnst hún ekki tilheyra, hún er svona svo sem á mest erfitt, þú veist, þú myndir, hún er svo síðasta sem hún myndi vilja hafa, þú veist, ef eitthvað kemur upp og hún þarf að setja sér í spor margra mismundi hópa. Og maður myndi vilja tala við hana, það var það ekki. Já, hún gæti ekki að því að minna, þú veist, hún er að berjast fyrir ákveðnu, hún er að berjast fyrir persónu, hún getur barist fyrir þessu að því þetta er svona. Út af að því þetta er regluverk. Já, þetta er lög. En ef þú þarft að fá fjölbreytt, þú þarft að fá 5 mismundi hópa og þú þarft að setja í spor allra þessara hópa, þá og þarna kemur Steinunn heldur ekki alveg sterk líka. Nei, þú veist, hún er alltaf herská. Já, hún er það. Já. Og þú vilt það fyrir eitthvað ákveðið mál. Þú veist, við erum berjast fyrir þessu, þá berjast við fyrir menningunni. En ef þú ert með 5 hópa, þá er þessar típur, þá eru þær í vandræðum. En þarna myndi Ásdís Rán bara takla tipptopp. Já, hún myndi í alvörunni geta séð bara alla hópana, 5-6 hópa, þú veist, innflyttum á þetta og alveg sko hlutlaust. Og þannig að hún er rosalega sterk. Já, ég held hún sé svolítið svona hún hefur eitthvað svona Ásdís. Já, algjörlega, ekki spurning. Já, hún hefur það sko, alveg. Þannig að... Núna er nýjasta sem kom á Instagram, þá er hún í svona corselet. Já. Og segir, fáðu drottningu á. Nú er hún farin að setja myndir fáklætt sko. Já. Minnst það, hún tekur þetta fyrst á draktinni, svo bara fer hún úr fötunum. Hún er svo mikill snilling. Algjörlega. Ég menna að það er... Ég var alveg til í að fleiri í þessari baráttu myndi sína eitthvað svona sem eitthvað aðra hlið. Akkurat, það er hún eitthvað svona tvist. Þú þarft að selja þetta. Akkurat. Ég ætti að reyna, ég hefði getað ráðlagt mörgum. Ég meina, þú ert að ráðleggja, þú ert alveg að gera það. Já. En hérna, nú átt þú eitt samilegt með Katrín fari í fleið, mjög fleið. Nei, sko, það gengur ekki. Við þurfum ekki á því að halda í henni. Við hefðum frekar vilja heyra að hún sagði, nei, þarna sagði ég nei. Ég sagði stopp, strákar, ég sagði stopp. Ef hún hefði sagt svona, það allir bara, vá. Hvers konar spurning er þetta? Já, og hún sagði, nei, þarna fekk ég nóg. En bara, þú veist, bara skipt. Þú veist, það verður bara, þú veist. Ég líti ógeðslega mikið upp til hennar, sko. Mér finnst hún, þú veist, ég gera það í alveg, en ég ber virðingu fyrir henni, sko. Auðvitað, ég menn, hún er ógeðslega klár, en ég er að segja, þetta er fullt að klára fólki, það er ekki máli. Mér er samt fáránlegt þetta með Palestínu, þú veist að þau hafi ekki skilur það allt mál bara. Nei, það er ekki það. Svo margt, já. Þú vilt. Við getum ekki kosað hana. Nei, þú vilt fá, eins og ef ég má sletta á orðið sem er consistency, ef að þú ert barn og ert ég líka barn, þú ert barn, innra barnið þitt. Já. Vill ekki að hérna það er eitt barn hérna, það eru nokkur ég fór í áfalla meðferð, þá sá ég svona 20 börn undir borðu voru að fela sig. Nei. Sem voru innri börn, ég þurfti að safna þeim saman. Það er svona elska í leikskóla. En hérna leikhússkóla. Já, leikhússkóla. Leikskóla. Sko, við þurfum líka ég er líka mörg börn, sko. Já. En hugsaður ef að en börnin þau þurfa að þú getur ekki verið alltaf að skipta segja, þú ert að fara að fá núna að fá borða graut. Nei, ekki graut. og þú ert bara og svo,
en ég ætla samt að segja mjög fallega sögu, svo farið fallega sögu bara, þetta var skæðilega svo, ekki graut, skilur þú veist, það er þetta, þú veist, þú vilt bara frekar, bara sleppt þessu helviti sögu, ég vil ekki neitt, bara vertu þú sem þú ert. En ég skilði ekki. Ertu að tala um Katrín? Já. Já. Ég næ ekki alveg, ég þarf að vera svona, já. En máli er það ég sé hann ekki jafnvel að þú sér hana, sko. Nú, þú veist? Nei, ég bara, þú veist, því að fara eitthvað svona yfir í huganum, ég held að ég slökkvalda, mér svo, ég bara eitthvað... Af því að þú gerir örugglega sama og hún. Hvað? Að slökkva á mörkunum. Getur það verið? Örugglega, þú ert bara örugglega að gera, af því að hún sé bara trigger. Það getur vel verið, af því að hún er örugglega það meðvirka, hún bara slekkur á öllum, þannig að það er bara svona slökkna á kerfunum. Já. Af því að sko... þarna kemur þetta því við erum ekki að fara að gera þessi er í Sjálfstæðisflokknum, hann má ekki koma hér inn og þessi var nú í vinstri gamla þetta og reykir sígarettum ekki koma inn, þú veist, við getum ekki verið þar af því heimurinn er búin að breytast af því að það er ekki rengur hjálplegt að lesa og þau bara kærustu bör skilur, málega núna erum við að segja ok, og þau keyptu sér stórt hús. Já. Nei, þau voru ekki eldri og Katrín, við erum ekki að segja hún sé vond manneski, við erum bara að segja alls ekki að þú setur ekki mann sem að er markvörður, þú veist, að spila golf, skilur þú veist, þetta er bara, við erum bara leikmenn. En það er eitthvað held ég held að fólki finnist, ég held að fólki sem langar að kjósuna, það er ótrúlega mikið fólk sem vill vera svona gjaldgengir borgarar. Já. Og fólk sem vill ekki skera svo úr. Já. En ég skil líka að fólk og fólk sem svona fyrst að vita að hverju það gengur. Akkurat. Sem það gerir kannski ekki. Alls ekki. Og það þekkir hann að það eru vant henni, þú veist. Og mér finnst hún ógeðslega flott, mér finnst hún alveg flott að sjá, hún sér þannig alþjóðlegu samhengi, þá er hún mjög falleg kona og glæsileg og gáð. Og þegar það kemur stríð, þá er hún eitthvað rosa góð í því. En og ég held að fólki líði kannski í dag eins og það sé svo áreiðandi að hafa eitthvað sem hafi rosalega mikla svona getu til að geta brugðist við á einhverju ögur stundu. Það er eitthvað svona, tilfinningin er svolítið svona, það er eitthvað hræðilegt yfirvofandi og það er eitthvað neginn svona, það sem fólk býst við á næstu árum. Sko ég myndi helst af öllu vilja, ef okkur vantar herfóringja, þá myndi ég vilja fá Ásdísi Rán. Já. Þú veist, hún er þið besti herfóringin bara sem til er, skilur. Þú myndir bara keyra skriðdreka fyrir hana. Myndi ég ekki líka vera? Ha, þú, jú. Þú Ásdís Rán, Jesús minn. Saman. Ég myndi vera hermaður í fyrstu línu. Af því ég er svo hlýðin hermaður. Ég myndi bara, þú myndi segja mér að gera arbir, og myndi segja mér... Ég Ásdís Rán á svona, hvað er þetta, svona skriðdreka, já, ekki spurning. Vá. Með svona flautu. Hún myndi keyra, nei, ég myndi keyra. Nei, þið myndi bara báðar, þið myndi, þú veist, vera mjög svona... 2 stýri á skriðdreka. Já. Er það 2 stýri? Nei, ég veit það ekki. Já, ég meina þegar ég var hermaður... Af því ef annar er skotin, þá verður hinn að geta stýrt. Akkurat. Ég myndi hafa 2 stýri, allavega okkar. Já. Sko þið tvær eruðu, sko, ef okkur vantar herfóringja... Það er svo flott mynd. Þá eruðu það Ingibjörg Magnúsdóttir. Ég salúta hana, sko, ég er í feimin ef þið hitt hana, sko. Já, þeir eru með mjög svipað báðar. Þeir eru með rosalega svona miklir herfóringjar. Mjög eldfimir herfóringjar. Já. Þannig að, þú veist, ég myndi alltaf treysta henni sem herfóringja, myndi aldrei treysta Katrínu sem herfóringja. Hún myndi bara, en ég sagði fyrir 3 árum að þá sagði ég líka og svo sagði ég þá að við sögðum og svo sögðu þið líka og ég var með í þeirri stjórn þegar við sögðum það, þú veist, bara hérna. Og svo, sko,
Arnar kannski ætti að prófa, þú veist, verða heilar eða sálfræðingur eitthvað. Já, hann fór í sálgeisluna. Já, er hann ekki flottur þar? Jú, hann var æðislegur. Já, ég held að hann eigi rosalega mikið heima þar. Já. Þannig En að, hann er svona sann kristin, hann er svona, já, hann er, en þó sálgeislan sé náttúrulega aldrei út frá trúarlegu, þá hann sótti mikið í það já, efni. sem er bara flott, það er hann bara heima velli. Já, akkurat, hann er svona mjög trúaður. Sko. Hann ætti í rauninni ekkert að vera tjásin eitt opinberlega. Nei, Þú veist, það er ekki hann hans... er góður. Sko. Já, og það er þessuna sem við erum að fara í þetta svona. Þú veist, við erum að fara í þetta því við erum öll mennsk og við erum öll jafnmikils virði, en við erum bara misjöfn og mismunandi, þú veist. Mér er rosalega gaman að fylgjast með Jón Gnarr hvað hann er að vaxa á fallegan hátt. Akkurat. Hann er að vera alltaf einlægari og heiðarlegri og er alltaf, þú veist, þannig að skilur, en hann á fyrir mína parta finnst mér hann ekki heima í svo alþjóðlega samhengi. Þú veist, þetta er alþjóðlegt, þetta er mjög alþjóðlegt embætti og miklu alþjóðlegra heldur en borgarstjóri. Þannig mér finnst út frá það sem ég sé hér að hann ætti ekki erindi þarna. En Vilhjálmur, hann heitir Viktor. Já, Já, hann Viktor. Hann Viktor, Ég meina hvað hann heitir. sko, hann Viktor, Hjálmur, hann ætti náttúrulega að heita Hjálmur. já, Það er þess. hann Viktor er bara hörkflottu gaur. Er hann líkur Ásdísi eða? Nei, á engan hátt. En ef að Viktor og Ásdís væri að stjórna Saman. herflugvilli saman, Já. þú væri í góðum höndum. Eru ekki við þrjú í þetta hernaðabandalag? Jú, og að því að þú sko, Viktor er bara, þú veist, stendur í báðafætur og hann segir bara það sem þarf að segja og hann er alveg til í völd, sko, hann treystir sér alveg í völd, hann er ekki hræddur við Hann það. fær samt ekkit út úr því. Hann geti Nei, nei, alveg eins verið að vinna eitthvað starf annars staðar. Já, Þetta myndi ekki næri eitthvað á vitlausan hátt. Nei. Hann hefur völdin bara svona náttúrulega, þú veist, hann hefur eitthvað power Akkurat. náttúrulega, já. Hann er líka svona félagslega flottur, hann er einhvers staðar kennari og hann er í rauninni að kenna eitthvað, því hann er, þetta sem hann er að gera, og það var fyrsta sem... Hann er hagfræðingur. Já, nákvæmlega, og það fyrsta sem ég datt í hug þegar ég heyrði hann tala er að þessi vill fá fólk til þess að læra. Þú veist, að við hugsum, veist, að því hann er bara, finnst ykkur þetta ekki skrítið, hann er svona benda, hann er algjör kennari. Já, og varpar rosalega skýru ljósi á dæmin. Og á villurnar, já. Villuna í dæminu og kennir í gegnum villuna og bara rosalega skýrt. En hugsaðu hvað hann heitir Viktor Traustason. Traustur Sigurvegari. Já. Það er mjög fallegt. Ok, Viktor heitir hann. Hann borðaði sterkasta. Já. Á þess að hann var bara bestur í þessu. Já, ok. Já, sterkasta kjúklingi. Já, einmitt. Það segir mikið. Og hann... Já, svona... Hann er alveg grjót, sko. Hann er grjót, nákvæmlega. Hann blikkaði ekki. Já. Hann tók sterkustu sósuna og var bara, og borðaði allan vangir. Hann er ekki mætt svolítið svangur í þetta. Hann er ekki mjög sparsamur. Já. Og bara hugsa að ég er að fá borða þarna í þessum þætti. Akkurat. Þetta er á Vísi. Já. Ok. Einmitt. Og þetta er, ég myndi ekkert endilega, þú sækjast ég að vera mikið að faðmann eða þannig, þannig er ekkert rosalega hlýr, ekkert mikið áhuga á eitthvað svona faðmkjafti, en það skiptir engum máli, en hann er grjót. Já, en örgulega minn næmur. Já, eða þú veist, sko, ég minna, hann er ekki viðkvæmur. Nei, en næmur. Já, hann er... Nei, ég veit það ekki. Nei, hann er... Jú, hann er... Það er ákveðin svona, hlýja með honum, en þú veist, það er ekkert eitthvað svona manngæsk eins og þú skynjar svolítið á Katrín og skynjar eitthvað svona, já, hún er nú voðalega elskuleg og viðkunnaleg og hún talar svo málfræðilega rétt og það eru bara engar villur og hún kann svo góða íslensku. Skemmtilegt að fólk tala. Og hún er svo kurteis. Og hún er sko ekki með neitt dónaskap. Hvað ætli sé mesta manngæsk hann? Þú segir að sé hann
Mér finnst hann Eiríkur Ingi skora mjög hátt í manngæsku. Þú skotin í honum. Nei, ég bara sé hann einu sinni og ég var bara að kíkja á afmælistaginn hans og sko mér sko Halla Hrund skemmtilega því að hún minnir mig á Gretu Thunberg og Marie Kondo að bæði Greta Thunberg og Marie Kondo sem ég elska þær eru með þrist sem eins og þú ert reyndar líka með þú ert með svolítið mikið og þeir eru svo skemmtilegri þegar þeir eru alltaf að gera eitthvað nýtt og Marie Kondo hún þriðja barn í kínverskri fjölskyldu og bara leiddist alltaf að byrja að taka til og byrja að búa til eitthvað svona kímónu kerfi að taka til, bara mjög sniðut og svo verður hún heimsfræg út af einhverju sem hún er að raða og svo fyrir hún að hugsa já ég ger þetta í flokk og það er rosa skemmtilegt þetta er svolítið svona þristur og Greta Thunberg bara með sitt bara sjálf, ein heima og mamman er náttúrulega að byrja að skrifa hana því að hún meinar þetta hún er ekkert að búa þetta til, hún meinar þetta hvernig henni líður með umhverfismálin og sama með Marie Kondo meinar þetta að þú ber virðingu fyrir heimilinu þá verður bara annað andrúmsloft á heimilinu og ber virðingu fyrir sokkunum þínum þá þetta er svolítið svona þristur það sem mér finnst já, ég meina að þú horfir á eitthvað og bara horfir og það er fallegt og það er fallegt og það er fallegt og þá verður það fallegt en þú getur þetta, það er ekki allir sem geta þetta þú hefur þetta, Halla Hrund hefur þetta og það er eiginlega engin annar hérna sem hefur þessa eiginleika það getur Halla Hrund hort á Ísland þetta er fallegt land, þetta er yndislegt þetta er falleg þjóð, þetta er gott fólk þetta er fallegu vetur þetta er fallegt myrkur þetta er fallegu róni þetta er fallegt, hún geti gert Íslandinga fallega já, sko, þegar sko þá er ég að segja með ljóma að gefa okkur ljóma hún kannski ekki ein og sér hún er eina hérna sem er með svona mikið dræf nema Baldur, hann er með svolítið dræf svona en já, býtu, hver fóru að koma já, Ásdís Ránu þetta líka en hún er bara hún er svona ennir því ekki hún pælir ekki svona ná, en hún er ákveðin brautriðandi samt líka já, hún er það að því hún er business sko. líka því, já, og hún meinar það sem er, þegar það er þristur og hún er svo hreinskilin og æðislega sem ekki hægt og þetta er svo flott sem þú sagðir hana hún er búin að skoða skuggana sinna þess vegna er ekki hægt að sjá það í henni og við sjáum skuggana í fólki sem er ekki búið að skoða það ef þú þekkir ekki þína skugga þá þekkja þú allir hinir þetta er lykil það er lykillinn í þessu þannig að þeir sem er í frambúð langa komast eitthvað áfram þeir verða að þekkja skuggana og verða að vera það þarf að vera satt, það er svona líka þegar Jóngnar er eitthvað tala fort eitthvað, allir bara já, fínt, þú er búin að segja og þú ert ekki hræddur við hefur þið tekið eitilú? Já, alveg fullt ok, fæn, næsta skilurðu, en síðan verður að reyna að grafa eitthvað sitt eða það er emmi en Steinun? Sko Steinun er náttúrulega hvað er hún 7? hún er hvað maður segja, hún er listakona í sér, náttúrulega listakona, bara með náttúrulega fallegt, kvenlegt innsæi og hún er rosalega vel tengd en hún er svona valkyrja, hún er svona risakona hún er tröllkona já, hún er alveg risa stór Einmitt, hún er tröllkona og hún var alveg tröllskessa eða þú veist, falleg risakona já, ég er að segja það, ég er ekki að segja eitthvað svona forinja eða hvað, þetta er, hún er bigger than life. Já, hún er rosalega stór og svona stórar konur það er vand með farið. Það þarf að vanda vel svo hún heldur ekki meðvirk svona náttúrulega þannig að hún þarf að vanda rosalega vel hvað hún gerir við þessa rosalega stóru og þetta er svona rosalega há og mikil orka hún á ekkert erindi í þetta embætti, ég held hún viti það alveg sjálf því að hún er, hún getur gleymt sér, hún gæti gleymt einhverjum hópum, hún gæti verið að hugsa kannski bara einhvern menninga og svo gæti hún bara stenggleymt í að það væri einhver annar sem er bara allt í lagi, þannig að það þýðir að hún er miklu meira listakona og en hún er
bara á rosalega flottri leið og að þroskast rosalega mikið í svona eins og fyrirgefningu, sleppa, sjá hlutina í nýju ljósi og og þess vegna líka hún svona, hún bara svo æðislega flott þegar hún var að tala, þú veist, hún einhvern veginn rétt þengjandi þannig, en hún á ekkert mikið erindi, þú veist, þarna, hún svona, þú veist, eins og maður veit einhvern veginn. En ykkur önnu tröllskesa? Tröllskesnar eru náttúrulega rosalega góðar. Sko, Steinun Ásdís Rán líka alveg risastór. Já. Hún svakalega stór. Og það verður að gefa henni það. En það þessi, það gæti verið líka bara, þú veist, eins og viðkvæm í taugakerfinu eða eitthvað svona Ásdís. Það að passa upp á það. Og svona að ganga ekki of nærri sjálfri sér, þrátt fyrir það að vera svona hugrekk og þora, en að vera samt ekki að ganga of nærri bara skinninu á sér einhvern veginn, og passa að meiða sig ekki. Það að banka þetta. Sorry. Ertu ekki bara næsta hús? Já. Já, hvernig ætlar þú að kjósa? Ætlar að gefa það upp? Ég veistu það. Ég alltaf skipt skoðun og að því að það má. Nei, ég svolítið, já. Má það ekki? Jú, ég vil líkla með þetta. Já, ef sko, mér finnst áhugavert að skoða þetta í einhver svona samingi sem mun gagnast okkur öllum. Já, í 7 ár. Já, 7 kynslóðir, það er myndurinn. Já, alveg. Þú veist, 7 kynslóðir fram á við og mér finnst það að vera svolítið atriði og þú veist, mér finnst líka að við þurfum að vera með Guðna, það var æðislegt, hann var svona nýtt og ferskt element, rosalega góð manneskja. En á hann eftir að hafa áhrif í 7 kynslóðir? Vigdís á eftir að gera það? Auðvitað. Já, auðvitað á hún eftir að hafa áhrif, ég meina. Já, og hvernig áhrif viljum við fá næstu 7 kynslóðir? Ég meina, ef þú skoðar myndir aftur og bak, þú sér, þú veist, Kristján Eldjárn, fornlega fræðingur, og þú veist, og svo kemur hún og það eru rosalega flottar myndir af henni, alveg æðislegar myndir af henni, og auðvitað hefur það áhrif. Þú hugsar 7 kynslóðir fram. Já, ég veit það. En mér finnst þetta svolítið góða punktur núna. Og að því við erum að bera virðingu fyrir þeim sem er að koma á eftir. Einmitt. Mér finnst það skipta máli, að því að mér finnst það rugglingslegt ef þú ert með Katrín Jakobs, bara einhvern veginn ný svona grænmetissoðin beint úr frá Alþingi, beint inn í þetta bara síðst svona saman. Einmitt. Mér finnst það ekki vera góð skilaboð 7 kynslóðir fram á við. Nei, og hvernig, en einmitt, og þá ættum maður kannski að hugsa, ég ætla að kjósa þá mannesku sem ég sé fyrir mér að geti haft gríðarlega áhrif 7 kynslóðir fram í tíman. Og 7 kynslóðum hérna frá, ég meina, þá er Vigdís ennþá að hafa áhrif. Algjörlega. Já, bara fyrir að hafa verið fyrsta konan kosin í þetta embætti. Algjörlega. Embætti. En þú veist, þar finnst mér þá gæti Ásdís komið. Sko, nei, þú veist, Ásdís eða Eiríkur að komið þetta, ef hann gæti. Nei, Eiríkur því miður er ekki málið með allri hlýrri virðingu fyrir hvað en þá myndi Baldur. Sko, Baldur vegur mikið fyrir framtíðina. Já, hann gerir það. Hann gerir það. Já. Hann vegur mjög mikið, en líka Halla Hrund vegur mjög mikið því hún er ótrúlega klár og fær í orkumálum. Já, og það er framtíðin. Nákvæmlega. Og orkumálin. Já, mér finnst, þú veist, já. Ef þú veist eitthvað orkumál, ef þú veist eitthvað, nú erum við aftur að tala Gretu Thunberg því það eru með svipartölur. Ef þú veist að það er til lönd í heiminum sem er ekki með vatn, ef þú veist það er til lönd í heiminum sem get ekki farið í sturtu á hverjum degi, og mér heyrist hún vita það, þá ertu mjög góðu málum, þess að þú veist að það er til stærri heimur heldur en litli nafla tópasinn Ísland.
ef þú veist að það er til fleiri lönd í heiminum, Tópas. Ég veit að á Íslandi eru mjög mikið fjalla lönd þar sem eru stríð og það er mjög gott að sé fræðslu það, en það er samt líka eitt sem er mjög ábótavant, það er að það er til lönd líka sem eru bara ekki með sama vatnsmagn og við og sama aðganga rafmagn og við og það, mér finnst það rosalega mikið gleymast, mér finnst það bara stundum furðulegt hvað fólk veit lítið hvað aðri Evrópu eru með lítið af vatni og hún, Halla Hrund, hún má eiga það að hún veit svolítið þetta. Já, hún er nefnilega, hún er svo... Hún hefur líka búið í útlöndum og mér finnst það vega óendanlega mikið. Já, ég veit það. Það skiptir svo miklu máli að því að Íslendingar þurfa líka að fara að læra að þau eru ekki eini heiminum. Ísland á að vera loftræstikerfi alheimsins því það eru jöklarnir er bara allt og hratt og það er ekki út af hinum í heimin, það er líka því að það er allt og mikið bílum á Íslandi. Og hún er líka ógeðslega góður orkumála stjóri. Algjörlega. Og hún er líka standi í vegi fyrir, eða þú veist, hún er bara, já, ég er sammála, en það er bara, hún þurfti líka að fá sér síkó. Hún þurfti að fá sér síkó, hún þurfti að kannski fá sér viski líka, aðeins að dempa röddina. Hún þurfti kannski að gera magaæfingar eða fara í magadans, reykja, fá sér viski, ég myndi klippa hár. Já, klippa stitt. Já, nákvæmlega. Ég myndi gera það og ég myndi skipta smá út með þetta íslenska einhverju hestar og lópapeysur og það. Já, allt það. Og ekki vera í svona, hvað heitir hún, líkáli blondfötum, þú veist, svona draktatótt, ég myndi frekar. Já, einmitt. Af því að ég myndi gera hárið meira sexy. Stærra, já. Já, ég myndi gera það. Krulla þess. Já, eða þú veist, svona, fá svona, svona 80s, svona. Kannski smá axlapúða. Já, þú veist, fara svolítið svona, þú veist, já. Töffar, já. Og aðeins að tjúna röddina, þú veist, taka einhvern svona taltíma eða eitthvað. Í alvöru, að því að þú veist, fara í, þú veist, söngtíma, bara ná röddinu svolítið niður. Það er líka að horfa, hún var í Gíslamartinni áður en hún fer fram. Þá vildi hún að náða að vera svona rólið. Það er bara alltaf að vera að reyna að taka hana taugum. Já, sem er bara algjör óþyrir, hún er ekkit, þú veist, það er bara algjört rugl. Þú veist, það er aðri sem að, þú veist, Ásdís sem er miklu erfiðar taugar heldur en nokkuð tímann hún, það bara, láta henni bara friði. Hún er bara, það er bara eitthvað aðeins að tjúna röddina. Hún er kannski ógeðslega þreytt sem er bara mjög eðlilegt, sko, en hún líka þegar er eitthvað svona, spyrjaði. Þú veist, sá sem spyr, hann hefur valdið, sko. Já, einmitt. Svo, þú veist, alveg sama í hvað aðstæðu þú ert. Þá er þetta bara eitthvað svona... Svo er hún bara ógeðslega sterk. Hún er líka... valdmiklar. Ég held bara, meira segja. Og hún þarf að svara bara. Já. Veistu hvað ég held að þegar ég horfa á tölunar? Ég held bara Halla Hrund sé máli. Veistu okkur? Því að hún er... Varstu búin að ákveða þetta áður? Nei. Ertu að sjá þetta núna? Ég er að sjá þetta núna. Hvað er hún með í aðal? Sko, hún stendur í báðafætur. Hún er með hugrekki. Hvað er hún í grunninn? 3? Nei, hvað sagði? Hún er 9 í grunninn og það er félagsfærni, þannig hún er mjög félagslega fær. Ok, þannig hún kann að vera í útlöndum og hún veit að Ísland er ekki miðja alheimsins. Hún veit að það er til land, þú veist, til aðrar heimsálfur. Hún veit að það er til mikið fólk í heiminum og það gefur mörg stig. Hún er líka, hún þorir þessu alveg. Hún er með innsæi og það er akkurat það sem íslenska konur, þú veist, til þess að þú sért íslenska, þú er líka íslensk kona og það er mesti styrkur íslenskra kvenna, það er innsæið. Já. Það er gjöfin sem íslenska konur fengu til þess að fá að lifa af í myrkrinu. Það fenguði í gegnum myrkrið. Já. Það er svona það sem allir á Ísafirði með svo mikið innsæi, svo mikið myrkur á Ísafirði, svo mikið flott tónlist. Og og hún er líka með drifkraftin. Það er mjög líklegt að koma tímabil þar sem hún veit ekki alveg hvað hún er að gera, hvert hún er að fara. Og það gæti birst sem svona þunglindi eða eitthvað, þú veist, inn í henni, en hún er ekki kvíðin, hún er ekki viðkvæm, hún gæti verið svona áttavillt. Já, hún geti fekið svona tilvistakreppu. Já. Af því að hún veit ekki alveg hver er trúin mín. Já. Og þú veist, og þarf að vinna í einhverju svona, þú veist, einhverju svona eins og allir barnæskunni og allir þessu.
og þú veist, þannig að hjá henni og það hún meira kannski ekki byrja á því. Það getur vel, nei, hún hefur náttúrulega engan tíma núna, en spurningar þar sem hún að spyrja sig eitthvað, hvað vil ég? Þú veist, það miklu frekar það ekki, þú veist. En það rosa djúp spurning. Já, fyrir sumir vita alveg hvað þeir vilja. Já, ég veit, en fyrir þá sem veit ekki hvað þeir vilja, Já, það rosa þá það rosalega djúp spurning, hvað vil ég? Þá það alveg virkilega djúp spurning. Finnst þér við þurfum að ræða eitthvað meira, einhvern? Nei. Sko, Kári Vilmundarson, hann datt út og ég fann ekki hvernig hann ammali, en að ég... Þú veist, hann var bara eitthvað þannig í byrjun. Já. Við erum búin að taka Helgu, Eirík, Baldurs. Vá, mér alveg svona skeri að heyra að Helga get ekki sett sér í spór annara. Sko, ég meina hún getur, en hún ég myndi, þú veist, ekki setja hana á svona stað. Nei, hún þarf reglur til að fara eftir. Já. Hún þarf eitthvað kerfi til að geta skilja fólk. Akkurat. Já, akkurat. Og þegar það ekki til. Þegar þú þarft svona, þá átt að vera á einhver stofnun sem með eitthvað stefnu. Einmitt. En þegar þú þarft að vera svona sveigjanleg, og það þar sem náttúrulega Katrín höndlar þetta einhver leiti, en samt hún gerir þetta meira bara einhvern veginn hér, skilur, hún gerir þetta ekki af svona alvöru. Og þar sem ástæðan fyrir Ásdís Rán skora svona hátt með þetta að hún raunverulega, hún mjög líklega dæmir líklega mjög lítið. Og veistu, fólk sem dæmir lítið rosalega sterkt og það hefur þá rosalega mikla krafta til þess að sinna öðru málum. En það er svona mikið að pæla og skoða, þú veist, þá ertu bara búin að eyða heilabúinu í bara, þú veist. Og Helga náttúrulega, þú veist, svolítið sortir og líka Steinun hefur verið þar eitthvað pæli af þessi tilheyrir þessum og þessi, þú veist. Og skilja. Þú veist. Oh yeah. Heyrðu, hvað klukkan? Ég bara veit það ekki. Ég held að þú bladra ógeðslega lengi. Ok. Hvað klukkan? Hún er 5:30. Jesús minn, ok. Nei, hún er 22 mínútur yfir 5. Ok, það er mjög svipað. Ok. Herðu, það var þetta bara gott. Takk. Veitu, hvað er myndin? Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar.